myndum Valgeirs Viðarssonar. Og hvað stendur upp og já, Stefán kallar hann út af. Gefur hann ekkert færi á að ákveða það sjálfur hvort hún vilji halda fram að spila eða ekki. Bara kælingu hérna og Kamila Transel kemur inn á. Sjá hvað Daninn gerir. Karolína, Kamila, Kristín og Hrafnhildur. Missi boltar þarna Hrafnhildur en Kamila bergar þessu. Kristín, glæsilega gert. Hrafnhildur búinn að draga í sig manninn og Kristín sér allt markið, jafnametið 15-15. Jafnt hér þegar Valur í það mynd að fá sig. 7. útispilar inn á og með fullskipalið á meðan Framar er ennþá einum, vantar ennþá einn leikmann í lið Fram vegna brottvísunar á hann. Og hvað tapar boltanum hér eða hvað? Það er Sigurbjörg og Guðný Ver. Já, fá nýja sókn fyrir vikið. Ennþá 18 sekúndur í manninn. Marta og aftur Ver, Guðný. Og hann á frákastinu, Valsarar. Hrafnhildur, missir boltan út, hann er ekki að koma honum á systur sína. Og þá er Fram komið með fullskipalið, stilla hér upp. Hildur Þorgeirsdóttir komin í skiptuna hægra megin. Þarna brotið á henni. Var ekki búið sig hún myndi spila mikið þessu leik, er að koma sér á stað eftir meiðsli, ekki búin að æfa mikið. Sigurbjörg, Karen, Hildur og Karen út í hornið á Guðrún Þórur. Vonlausu færi sem að koma boltanum með slána þarna en Valur var boltanum á lokum. Það er vantað þarna Kamilu í skyndisóknina og Valur þarf að stilla upp. Seinni hálfleikur rétt að verða hálfnaður. 15-15, allt í járnum eins og við var að búast. Einungis 6 mörk eru skoruð hér sem fyrsta korteri í seinni hálfleik. Þetta varnarleikur liðanna mjög öflugur og hægjast töluvert á leiknum sem var mjög hraður framan á leik. Guðrún Hildur, hún fer upp. Vörnin tekur það, Háarnar að verja enn eitt skotið. Það er mögnuð þarna í miðri vörnin hún Anna Úrsula. Já, skref á Guðrúnu Þóru. Já, það er ekki náð að halda upp í hraðanum. Framstelpur, þessi ekki við því að búast en svo við töluðum hérna í uppbytunarhættinu að það er að sterkast á vopn en Varstelpur líður ágætlega í hröðanbolta líka. Kristín Guðmundsdóttir, frábærlega gert hjá henni. Skorar sér 3. mark, kemur Val yfir 15-16 sem fyrsta skiptið sér í stöðunni 0-1.
að snúa þessum leik sér í vil. Hún var að gera það hérna hægt og rólega. Síðan á stöðunni 9-6. Frábærlega gert hjá Val. Við séum þetta oft hjá þeim áður að byrja rólega en vinna sinni leikinni líður á. Það er henni að þetta skrefa á hana. Ekki skref sér Jói Lange á bekknum hjá Val. Þá hafa það ekki verið skref. Nokkuð vissum það. Dómararnir ekki samansinnir. Ragnhildur Rósa komin hér til að stýra leiknum á miðjunni hjá Val. Annett Köfli í vinstra megin. Kamela Transelíer hægra megin. Hildigunnur á línunni. Það nýta breiddin og óspart. Þetta verður að segjast eins og það lítur út fyrir að þeirra hafi meira púst í þetta. Heldur en Framararnir sem að kasta boltanum hér út af. Vantar að sjálfsögðu sárlega Stellu Sigurðardóttur í lið fram. Skarð sem það einfaldlega get ekki fyllt. Ála Valur, Ragnhildur leysir, Annett Köfli, hún fer í gegn. Vítakast. Og þá kerfin að ganga upp núna hjá Val segi ég. Og það kemur Kristín Guðmundsdóttir til að taka vítakastið. Það fyrir Kristín á móti Írisi. Hún skorar. Það kom að því. 15-17, 2 marka munur. Valur vel. Spurning hvort að Einar fara að mynda leikleis spjaldið sitt og henda því á dómaraborðið. Eða hvort hann Freysteinn þarf að láta stelpurnar spila út úr þessu sjálfar. Hildur reynir línsendingu á Pöflu. Það er Pæi svo í hérna kvölduð. Hildur, Karen í gegn. Frábær markvarsla hjá Guðnýju. Þessi 10. skot verið frábær í seinni hálfleik. 8 skot varir, 2 mörk fengin á sig. Og Annett Köfli, 3 marka munur. Það þarf að heldur betur að snúa þessu sér í vil. 15-18. 5 marka sveifla hér í seinni hálfleik. Valur vel. Frábær varnarleikur og ekki síst breiddin að skila þessu. Já, og Birna Berg kominn inn aftur. Missir næstu boltan, það bjargast og Karen enda svo að því að kasta þess út af. Hálfu gerður uppgjáð svipur hérna hans mér á Karen. Það segist alveg svo þær tilfinninguna þær hafi ekki mikla trú á því að þið geta unnið þetta upp. En það er 9 mínútur og 40 sekúndur eftir. Allt getur gerst ennþá. Frábær markvarsla, ég er náttúrulega með Írisi Björk í markinu en þá búinn að vera frábær í leiknum. Hún með 17 skot. Og meðan þær eru með hann í markinu þá myndi að fengi stoppinn. Níu mínútur til leiksloka. 3 marka munur. Fram þarf nauðsynlega á marki að halda hér. Minka þetta í 2. Opna þetta aðeins. Guðrún Birna upp. Það beint á Guðnýju Jenný. Hún kom með 11 skot núna. Birna liggur eftir en hún stillir sér á fætur. Já.
skipt úr FH fram líkt og bróðurinnar Andri Berg sem leikur með karlaliðinu. Öflugar skiptur bæði tvö. Birna ung og bráðefnileg, líka bráðefnilegur knattspyrnumarkvörður. Karen og Enver Guðni. Skotin líka nálægt henni og alls ekki góð. En gott hefur reyndar að sjá þetta. Annir Köfli. Kristín nær þessu. Undan Maríu. Valur, Kristín. Finnur Hildigunn á línunni, nær ekki að grípa. Það er aukakastið. Íris Ásta hérna hægra megin. Kamela komin út af. Langur bolti fram, nei. Það gekk ekki upp, snögg sending. Ekki brotið á Birnu. Hún reyndi að senda fram á Guðrúnu Þóru og Valur getur komið sér hér í æði þægilega stöðu, komið þessu upp í 4 mörk og komist aftur í vörnina. Það er ákveðin vandarhaggangur á sig þarna. Íris Ásta Pétursdóttir. Það er aukakastið. Íris Björk alls ekki ánægð með þetta. Lesir skiptir Íris Ásta út af og Kamela kemur inn á aftur. Annir Köfli er inn á línusendingu, þarna gekk ekki. Reynir fram að sækja hratt. Það þurfa Breiðabliksmarki að halda Birna upp, já, og hver verið þetta heldur en Hanna Úrsula Guðmundsdóttir, alveg mögnuð. Langabolti fram, Karolín í gegn og skorar. Nei, segir hún hafi verið lent, það er vítakastið. Svo kemur Kristín aftur á vítabótinn, skoraði á hann. Komið Val 4 mörkum yfir. 6,5 mínúta er til leiksloka og hún skorar 5. markið sitt og þá tekur Einar Jónsson leikhlé. Staða 15-19 á 23 mínútum og 30 sekúndum í seinni hálfleik hafa Framarar einungis skorað 2 mörk. Ekkert að varnarlegt hjá liðinu. Markvæslan ágætt en sóknarleikurinn fyrir neðan allar hellur. Vandamáli fyrst og fremst að það fá ekki færi. Það er ekki að það nýtu þau ekki, þau bara fá þau ekki. Kasta boltana frá sér og allt sem því fylgir Valsvinin. Hún aftur á móti rullar bara róla áfram. Það er held að sínu tempo í sókninni, svona með 90 mörk. Fyrst og fremst varnarleikurinn þeirra sem er að gera gæða munni hér. Frábær markvarsla hjá Guðnu Jenny í seinni hálfleik. 10 skot, maðurinn af 12. Þannig að slaga hátt í 90% markvarsli í hálfleik og það vel að heim. Það var reyna búin að messi við starfbólum sínum. Spurning gott að ná að kveikja þeim hérna fyrir lokasprettin. Birna leysir Ásta Birna á horninu, kemur Birna Berg upp, Karen. Það kasta beint í hendur Annir Köfli. Þetta var ekki það sem Einar óskaði eftir. Já.
ótrúlegt finnst mér að sjá þessu uppgjöf í framleiðinu. Brotið á Kamilu. Kristín og Kamila. Karolína Annett köfli, höndin komin upp. Skoðum hvort það stilling upp fyrir Kristínu. Jójó, hún fyrir upp. Þá Stefán búinn að taka leikli. Já, höndin fer ekki niður við það verður samt að skjóta. Áhugavert að sjá Guri að stappa stáluna hérna í Karin Knúsdóttur. Náttúrulega sé það saman og ég uppgefa svip. Sem er óvanlegt. Það er spennandi að sjá hvað Stefán ætlar að gera úr aukakastinu. Það er ekki margar sendingar. Jájá, höndin er uppi. Stilla upp fyrir Önnu Úrsulu. Það er áhugavert, já. Eitthvað verður að spila úr þessu vandalega. En nei, Anna fer bara upp og skorar. Alveg magna. Glæsilega gert hjá henni. 15-20. 5 mínútur eftir, 5 marka munur. Nú verður þetta virkilega erfitt fyrir Fram. Það hefur svo sem verið það síðustu 25 mínúturnar líka. Já, Karen sækir víti. Hann er svolítið fór hann inn í teginn til þess að stóða hana. Kampavörnunni. Hárrétt. Og Sigurborg á vítapunktinn. Já, hún skorar. Kom með 4 mörk. 16-20. Það fara á að spila framalega á meistarskiptuna. Karolína á Ásta stöðar Kristínu. Það taka sér allan hann tími í þetta sem það komast upp með Dalstelpur eðlilega. Tími vinnur með þeim. Rebekka út í hornið. Já, glæsilega gert. Rebekka Rut með sitt annar mark. 16-21. Það er æðilega með þetta. Frastelpur einfallega ná ekki keiri bakið á Val. Þeir eru alltaf fljóta tilbaka. Svo er eiga að vera náttúrulega. Já, ágætlega gert. Ásta Birna, það er vítakast. Já, Karolína glemdi sér þarna aðeins. Það fyrir Sunneva. Það spretta settur í markinu. 3,5 mínúta til leiksloka. Sigurborg getur komið þessu niður í 4. Ná nei. Og Sunneva ver. Sunneva klarar þetta. Lína hjá Annett Köfli steig á línuna. Þetta var hárrétt. Hann sá þetta. Anton. Klaufalegt. Það gefur framleiðinu örlitla líninu. Karin fær aukakast. Birna, Karen. Frábær varnarleikur hjá Val. Eins og allan hálfleikinn. Fengi á sig 3 mörk hér í seinni hálfleik.
þegar 2,5 mínútur til leiksloka. Birna Berg, já, Sunniva Ver aftur. Og Valstelpur, frábær innkoma þarna, Ver 2 skot í sókninni og skiptir svo aftur út að reyndar. Hann Valur í sókn eða 2 mínútur til leiksloka. Nú eru það byrja að landa næsta öruggum sigri hér með svo frábæran leikir í seinni hálfleik. Já, Kristín hirðir upp boltann, þetta er saga hálfleiksins. Já, glæsilegt mark hjá henni, búin að eiga frábæran leik hérna, kom með 6 mörk, 16-22. Og 1,5 mínútur eftir. Já, fyrsta tap Fram það bil að vera staðreynd. Valur á leiðin á toppinn. Þetta er fyrst mínúta til leiksloka. Birna, hún fyrir upp. Og Guðný Ver, frákastir framara. Hálf mínúta í viðbót. Framarar byrjaðir að tínast punkt á pollunum. Kamila, Íris Ásta, nei. Sendingin gengur ekki og Valur á boltan. Þarf Seina tilbaka og Annette Köfli þar að skora hér. Óvöldu 16-23. Og skotið fram í há Karin Knúsdóttur, kórunar hennar slagaleik. 16-23, 7 marka sigur Vals á Fram. En eitt endar kvenna Valur nær þar fram á Stjörnunni að stigum á toppnum. Þegar öll liðin hafa leikið 9 leikir með 16 stig hvert. Markahæstu leikmenn Birna Berg í Fram markahæst með 6, Sigurbjörg með 5, Guðrún Þóra og Pála Nevarilova 2 mörk hvor og Karen Knús og Ásta Birna 1 mark hvor. Íris Björk varði 18 skot í markinu. Kristín Guðmundsdóttir markahæstu Val með 6, Anna Ósvala 4, Hrafnhildur og Annette Köfli með 3 mörk hvor. Rebekka Rödd og Karolína með 2 mörk hvor og það er Kamila Transel, Hildigun Einarsdóttir og Íris Ásta Pétursdóttir með 1 mark hver. Guðný Jenny varði 13 skot í markinu og Sunniva 3. Það fara niður í viðtöl, myndið þetta út á meðan en við komum með viðtöl eftir örfáar mínútur.
frábær varnarleikur frá mönnum sem skilja þessu sigri. Já, hrikalega góð varnarleikur og bara stóðum þétt saman og þegar vörnin kom markvarslan og svo raflipun og það svo lögum upp með leikinn og náðum því ekki fyrir hálfleik en smalt svona helviti vel í seinni hálfleik. Já, þá fáðu okkur 3 mörk í hálfleiknum, það sjaldan gengið betur, sérstaklega mótið svona sterku liði. Og það bara 3 mörk? Sælir! Já, ég bara mjög sátt og ég meina þetta byggðum við upp allar saman og bara liðseldin og endaði hrikalega vel. Ég held að við höfum aldrei unnið fram með svona miklu mun og þetta er stór skref fyrir okkur í dag. Ég talaði um það líka í útsendingunni að það eru bæði vörnin og svo breytin náttúrulega eru með óheimum mikla breytt og náðu að vera óþreyttar í allan leikinn. Já, í raun og veru, það eru búin að opna meiðsli og eru ekki alveg að geta flotið af mikið á leiknum og við erum búin að hafa 2 nýja og bara hrikalega gott upp á breytin og einmitt að flæða. Maður er ekki dauður, maður getur skipt og það skiptir sköpum í svona leik að vera með stóran hóp. Og mikilvægt að vinna þennan leik, annars hefði verið 4 stigum eftir fram og menn verður náttúrulega ekkert að horfa í þá stöðu. Nei, við pældum ekkert í því, það er bara að vinna og ef að viljinn til staðar þá hefði það að koma og það var í dag. Og annars hefði þetta náttúrulega verið mjög erfitt þegar þær hefði verið með engan sigur og engan ósigur og við 2 ósigur. Það hefði verið mjög erfitt fyrir alla að klífa en við tókum fyrir það í dag. Og svo er þetta náttúrulega 3. sigurinn á liðinu áfram á tímabilinu, meistaradeildinni og hrikalega gott og við ætlum bara að halda áfram þessu striki og mæta jafn brjálæðir í hvern einasta leik, saman hvaða lið það er því að það er bara að duga að drepa þessi næsta leikir, það er stutt eftir á deildinni og það er bara titill í boði og við ætlum okkur að fá hann. Takk fyrir þetta, Anna Úrsula, að fá Einar Jónsson dottinn í eitthvað annað viðtal, ég hleyp hana í hann. Já, Einar hlýtur að fara að láta sjá sig hérna. Hann kom inn í byrjunina en leiddist þó við. Hann fór að ræða við eitthvað allt annan blaðmann. Við verðum að lifa við það bara og hingra þolinmóð enda engin dagskrá sem tekur við að leikloknum. Að gera kannski að minna á að við erum með Reykjavík mótið í fótbolta í beinni á morgun. Leikur klukkan 7 og 9. Þetta er engin að missa því. Það er uppi staðið hér í dag, ótrúlegu sigur, 7 marka sigur, Vals á Fram, leikir liðina jafnan verið jafnir, en ekki í dag. Jæja, Einar lét sjá sig, takkaði fyrir það. Þarna 3 mörk í seinni hálfleik, hvaða bull er það? Já, það er ekki gott að segja. Við vorum bara lélegar sóknarlega í seinni hálfleik og allt of fáir sem að eru svona tóku af skarið eða já, svona bara það eru bara Birna sem að svona virkilega lætur eitthvað til sín taka og var náttúrulega frábær inn í fyrri hálfleik en svo náttúrulega kannski svona nær ná Valsararnir að breyta sínu varnarleik eða ná að stoppa hana og þá fannst mér svona vanta kannski að það kæmi meira frá öðru leikmönnum. Ég var farin að greina uppgefa svip í líki leikmönnum allt og snemma sem það var náttúrulega bara aldrei að gerast en ótrúlega snemma í leiknum. Já, hérna í seinni hálfleik vorum við náttúrulega í miklum vandræðum sóknarlega og það hafði svona sitt að segja greinlega, leikmenn svona fundu greinlega bara að þetta var erfitt og auðvitað eiga menn náttúrulega ekki að sína einhvern uppgjafa svip, ég tók reyndar ekki eftir því þannig að það eru þín orð en auðvitað á það ekkert að vera, þessi leikur klárast ekkert fyrir inn á síðustu 3-4 mínútunum algjörlega, þetta er leikur hérna, já, ég meina þær áttu held í 2-3 mörk þegar 7 mínútur eftir, þannig að þrátt fyrir hvað við vorum að spila mjög illa sóknarlega
einhverjar rétt rúma 50 mínútur að vera inn í leiknum er náttúrulega bara, þú veist, þannig sé gott sko, en við töpuðum, þannig að það er kannski ekki þannig mikið jákvætt í það að segja. Fínn fyrir hálfleikur og þið eru náðu kannski ykkar varnarleik svona allan leikinn, en það munar greinilega mikið Stellu. Já, sjálfsög munar mikið Stellu og það munar mikið Hildi. Ég reyndi að nota hana aðeins og hún er bara klárlega ekki klár og já, það munar mikið þessa leikmenn, en við eigum samt að vera með mjög góða leikmenn sem að aðra heldur en Hanna, sem að ég hefði kannski viljað sjá svona stíga meira upp sóknarlega í dag. Heldur að setja í ykkur að þið keyrið á veggirun í úrslitum deildabikarsins eins og þið gerið í dag? Við töpuðum þeim leiknum bara með einu marki og hefðum getað svo sem farið með þeir framleggingu, en ég með það má ekki taka það af Valslið. Valslið er bara mjög gott varnarlið og það er erfitt að spila á móti. Þetta eru núverandi Íslandsmeistarar og eru nú heldur betur búin að bæta við sér mannskap og svona og þannig að það er, ég meina, þú veist, þetta er engin dauðadómur og við erum ekkert að keyra á neitt vegg, held ég, skilur þetta er bara, við höfum nóg inni. Það er kannski jákvæða við þetta, við höfum helling inni. Já, geta endað á þeim orðum. Takk fyrir þetta, Einar. Já, það var ágætt sendir á þessu bara. Við sáum Val vinna 7 marka sigur og Fram tilla sér á toppinn. Fram, Valur og Stjarnan með 16 stig á toppnum. Ég þakka ykkur fyrir að horfa. Viðar Már sáum myndatöku, Sigmundur Páll tæknivinnslu, Guðmundur Maron heiti ég og segi bless. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Ískápar. Heldur betur. Max. The greatest gift is in your smile. The way it lingers for a while. Falling with the snow in time. What do you say? Tomorrow, you and I hit the arcade. Kevin Flynn was reported missing today. He was last seen at his home with his son, Sam. Sam, I was paged last night from your dad's office at the arcade. That number's been disconnected for 20 years. Where am I? Your father was the creator of this world. He never thought he'd see you again. Sam, I tried to get back. So what happened? My creation, he turned against me. Here, Mo Flynn, come on. Dad, we have to get you out of here. Here they come. Hold up, you can't make that! Made it. Tron, frumsýnd annan í jólum í Sambíóunum. Tryggðu þér miða á sambio.is. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Sjónvörp, já, alveg hellingur. Max. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there.
change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í einsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipti.